Kæra þakkir, Arna Jakobína. Ágæta fundarfólk, til hamingju með baráttudaginn okkar 1. maí 2024. Sterk saman, sterkara samfélag, var það ekki? Hvað var það? Sterk saman, sterkara samfélag. Glæsilegt. Það er stutt síðan að stéttarfélögin innan ASÍ samþykktu nýja kjarasamninga. Grunnurinn af þeim samningum var sameiginlegt markmið okkar allra að vinna á verðbólgu og lækka vaxtabyrði heimilana. Ríkið kemur að verkefninu undir slagorðinu vaxandi velsæld og ætlar að setja 20 milljarða á ári í sérstök velferðarverkefni sem eiga að styðja markmið kjarasamningana. Og hvernig rímar væntanlegur stuðningur við fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar? Erum við kannski að tala hér um gamlar lummur? Ríkisstjórnin ætlar ekki að mæta þessum velferðarverkefnum með því að nýta auðlindarentu okkar sameiginlegu auðlinda og það á ekki að sækja fjármuni til þeirra sem sannarlega eru aflögufær með því að endurhanna skattkerfið. Ó nei, það á að endurskipuleggja, sameina og hagræða enn á ný og við vitum mæta vel hvað það þýðir. Þessi hugtakanotkun ráðherra í ríkisstjórn Íslands er ávísun á niðurskurð á okkar sameiginlegum kerfum. Eins og best sést á því að það á ekki að setja 10 milljarða í örorkukerfið eins og áætlanir stóðu til. Nei, það á sko að fresta þeirri aðgerð. Það á að sækja peningana fyrir velferðarkerfið ofan í vasa öryrkja og launafólks. Enda hefur ríkisstjórnin alltaf litið á mánaðarlaun vinnandi fólks sem aðal tekjulind sína. Peningaöflunum er hlíft, þeim sem nýta auðlindir þjóðarinnar er hlíft, en launafólki er ekki hlíft. Talandi að láta breiðu bökin bera byrðarnar, ó svei. Á sama tíma og rætt hagræðingaraðgerðir hjá ríki og hinu opinbera, þá eru allir kjarasamningar lausir hjá opinberu stéttarfélögunum sem innan BSRB, BHM og KÍ. Allt tal ríkisstjórnarinnar hagræðingu í stað fjármögnunar hjálpar ekki til við að finna lausnir. Til að mynda þá verður að ganga frá trúverðugu og fjármögnuðu samkomulagi jöfnun launa milli markaða í þessum samningum. Annað er ekki í boði. Á hátíðarstundum fjármála og stjórnmála elítunar er gjarnan flutt ræðan hvað við Íslendingar höfum það nú gott. Þá er gjarnan vísað í ríkidæmið, hversu mikil velferð er á Íslandi og hversu hagkerfið sé að skila miklum auðæfum. Almennt launafólk veit hins vegar að fyrir stóran hluta vinnandi fólks er Ísland ekki velferðarkerfi og ekki velferðarríki. Það er ekki hægt að tala velferðarríki þegar Ísland er langneðst Norðurlandana á hlutfallslegu framlagi af landsframleiðslu til velferðarkerfisins. Já, 17 sætum neðar en Danmörk. 17 sætum neðar. Í okkar ágæta samfélagi eiga 40% launafólks erfitt eða mjög erfitt að ná endum saman. Þetta sýna endurteknar kannanir Vörðu rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Varða hefur sýnt fram á að 40% launafólks geti ekki mætt 80.000 króna óvæntum útgjöldum.
Þetta þýðir með öðrum orðum að hjá 40% launafólks staðan sú að það má ekki við því að þvottavélin bili. Þetta velferðarkerfi eins og við viljum hafa það? Nei, takk. Þetta velferðarkerfi eins og við viljum hafa það? Nei, takk. En hvaða hópar skyldu það nú vera sem við erum að vísa í hér? Það ber fyrst að nefna mæður sem búa einar með börnum sínum. Einstæðir feður, öryrkjar og einnig fólk með erlendan bakgrunn. Eigum við kannski að ræða eitthvað ummæli fyrrverandi fjármálaráðherra rétt fyrir hrun? Drengir, sjáið ekki veisluna? Á Íslandi búa 10.000 börn, eða 13,1% allra barna á Íslandi við fátækt. Þetta hlutfall var 12,7% árið 2022 og hlutfall fátækra barna utan höfuðborgarsvæðisins enn hærra eða 15,8%. Í skýrslu UNICEF frá síðasta ári fjölgaði fátækum börnum næst mest hvar? Á Íslandi. Í samanburði við öll lönd ESB og OSCE á tímabilinu frá 2012 til 2021. Kæru félagar, sjáið ekki veisluna? Hvers konar framtíðarsýn hér á ferð? Það að minnsta kosti ekki sú framtíðarsýn sem stuðlar að því að allir þegnar samfélagsins fái sanngjörn tækifæri á að þroska hæfileika sína og getu til hagsbóta fyrir samfélagið allt. Í stað þessara dapurlegu þróunar þá þarf að setja kraft og metnað í að byggja upp sterkt barnabótakerfi, gjaldfrjálsa menntun fyrir börnin okkar, gjaldfrjálsar og næringarríkir máltíðir í skólum. Það þarf að efla læknisþjónustu innan skólakerfisins og draga úr kostnaði vegna þátttöku barna í íþróttum, listnámi og tómstundastarfi. Á 1. maí ekki annað hægt en að minnast á veisluna í húsnæðismálum. Það eru 45.000 heimili á leigumarkaði og að meðaltali fer 45% ráðstöfunartekna launafólks í húsaleigu og allt upp í 60–70% þar sem verst lætur. Á næstunni búist við skriðuföllum á stökkbreyttum lánum og afborgunum. Höfum við heyrt af einhverjum sérstökum aðgerðum við byggingu varnargarða fyrir það fólk? Það fólk sem að tali trú af yfirvöldum á árunum 2019–2020 að nú væri rétti tími til að taka húsnæðislán. Gleymum því ekki. Nei, það á ekki að byggja neina varnargarða hér. Þetta fólk geti étið það sem út í frís og að þeim kemur. Það sem við heyrum núna skilaboðin frá umboðsmanni skuldara að nú sé ástæða til að draga upp rauðu flöggin. Nú launafólks, þau sem tóku þessi lán, hvatt til að leita til umboðsmanns skuldara vegna þess hvernig þau hafa stökkbreyst. Aðgerðaleysi stjórnvalda hefur verið hrópandi og kannski ættum við ekki að undrast þegar við horfum upp á þá spillingu og það rugl sem viðgengst hefur undanfarið hjá ríkisvaldinu. Hvernig má það til dæmis vera að aðal spillingar og vanhæfis gosarnir allt í einu orðnir forsætisráðherra? Hvernig má það vera, kæra þjóð? Kæru félagar, á baráttudegi launafólks 1. maí árið 2024 ástæða til að minna á að almenningur krefst mannsæmandi launa þannig að hægt sé að lifa af dagvinnulaugun og útrýma fátækt. Við krefjumst þess að fólk geti búið í mannsæmandi húsnæði á viðráðanlegu verði og staðið verði loforð stjórnvalda stórfellda uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Við krefjumst þess að sameiginlegar auðlindir verði nýttar í þágu almennings en ekki færðar innlendum og erlendum auðstéttum á silfurfati. Ekki svo? Við krefjumst breytinga á skattkerfinu
Þannig að auðmenn og efnameira fólk skili réttmætum hluta til samneyslunar og velferðarkerfisins. Ekki svo? Og við krefjumst þess að velferðarkerfið verði varið og styrkt og það verði byggt upp að norrænni fyrirmynd en ekki einkavætt í þágu peninganafla. Ekki svo? Á baráttudegi verkafólks minnum við stjórnvöld og atvinnurekendur á að nú nóg komið af skrípaleikjum og ábyrgðarleysi. Við ætlum okkur að breyta samfélaginu og sterk saman byggjum við sterkara samfélag. Sterk saman, sterkara samfélag. Sterk saman, sterkara samfélag. Til hamingju með daginn, kæru félagar.